starfsfólks textílmiðstöðvar og aðrir gestir, hjartanlega velkomin. Ég vil byrja á að þakka henni Margréti Arnardóttur fyrir harmoníkuleikinn og að fá að vera hérna í þessum skemmtilega sal við að veita verðlaun í Ullarþoni sem að textílmiðstöðin á Blönduósi stóð fyrir. Ég heiti Hulda Brynjólfsdóttir og er stjórnarformaður textílmiðstöðarinnar og fæ þann heiður að bjóða ykkur hérna velkomin. Ullarþonið er samstarfsverkefni Textílmiðstöðvar Íslands og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og er styrkt af framleiðnisjóð landbúnaðarins. Það er samsett úr orðunum ull, sem við þekkjum að sjálfsögðu öll, og þon. En það er í þessu tilfelli tekið úr orðinu hackathon, en við þekkjum það líka það sem það er notað í marathoni. Fyrir mér er ull og vinna með ull langhlaup, þannig að mér finnst þon eiga vel við þegar verið er að vinna með hana. Nú það er þannig að íslenska sauðkindin hefur fylgt okkur í gegnum aldirnar frá landnámi hér og mótað okkur og staðið með okkur Íslendingum, bæði fætt okkur og klætt og líka, eins og ég segi, mótað okkur þannig að við erum svolítið eins og sauðkindin, sumir segja hún sé þrjósk, ég segi hún sé áræðin og staðföst. Og það er eiginlega sammerki með þeim þáttakendum sem hafa skilað þeim verkefnum hér, þeir eru áræðinir. Og það þarf hugrekki til að skila hugmyndum og fylgja þeim eftir. Við höfum borið gæfu til að viðhalda öllum litum íslensku kindarinnar, sem sagt frá mórauðu upp í hvítt, en hvíti liturinn hefur verið vinsælastur og verið verðmætastur og ullarþonið er í rauninni til að finna hlutverk fyrir verðminni flokka ullarinnar og þá erum við að tala um marglita ull. Nú við höfum fengið hérna ansi margar tillögur, við fengum 63 gildar tillögur í þetta verkefni og við ætlum að verðlauna 4 hér í dag sem að virðulegur forseti ætlar að gera fyrir okkur. Það er frábært að sjá allar þessar grósku í þessu hugmyndastarfi en við höfum líka fengið gjöf fyrir einn minnishafa frá Hallormsstað þar sem að ég ætla að biðja Guðna að draga hérna úr þessu ullarhreiðri, einn þáttakanda. Já. Og hann fær 5 daga dvöl á Hallormsstað. Ég? Nei, ekki þú. Kannski verður þið boðið, aldrei að vita. Já. Til að vinna með þá hugmynd sem hann lagði fram. Þannig að þú myndir gjöra svo vel að draga hérna einn og opna. Það ger ég með glöðugeði og gríp hérna bara einhvern. Svona. Þetta er alveg ullinni út í gegn, já. Já. Og vinningshafinn er? Og vinningshafinn er Unikind, Laufey Kristín Skúladóttir og Hanna Birna Sigurðardóttir í flokknum stafræn þróun og rekjanleiki. Já, frábært. Hvernig er þetta með það? Já, ég var svo heppin að þurfa ekki að velja á milli tillagana, en þú ert með upplýsingar hverjir báru sigur úr bítum. Já, og þá fæ ég þann heiður að tilkynna verðlaunahafa í hverjum flokki og tek fyrst fram hversu ánægður ég er með þetta framtak, að hér blandast saman gamalt og nýtt, sígild hugsun og framsækin og færi textílmiðstöðinu og nýsköpunarmiðstöðu bestu þakkir fyrir að standa að þessu ágæta framtaki og óska öllum sem hér eru viðstödd alls velfarnaðar á sviði ullarnýtingar og öllu hinnu sem þið takið ykkur fyrir hendur. Ég er hér með lista yfir þá sem hlutu verðlaun í hinum ýmsu flokkum og flokkur 1 er óunnin ull. Þar eru sigurvegarar og svo þegar ég nefni nöfnin þá bara klöppum við, vona ég, og gerir nú fastlega ráð fyrir. Og svo kem ég með eftir hið dundrandi lófaklapp, nánari sumsé útlistun á verkefninu og því hvað það snýst í örstuttu máli. En sumsé, ég ætla ekki að tegja lópan. Þetta voru eini ullabrandarinn.
Sigurvegarar í flokknum óunnin ull eru Jón Gautason og Hrönn Jónsdóttir. Við ætlum að afhenda þeim hérna Já. eina kind og viðurkenningarskjal. Ein kind og viðurkenningarskjal, hjartalega til hamingju og hér koddi líka. En sum sé, verkefnið heitir Ullarhúsið og í stuttri lýsingu segir hér: Jón og Hrönn vinna með umhverfisvæna byggingarvöru og nýta ull sem einangrun sem blásið inn í veggi húsa. Aftur til hamingju, gott fólk. Næsti flokkur blöndun annarra hráefna við ull og í þeim flokki urðu þessi hlutskörpust: María Dís Ólafsdóttir, Helga Aradóttir, Kristín S. Gunnarsdóttir og Mörður Móli Gunnarsson. Hér afhendi ég kind og skjal í ramma, hjartalega til hamingju, vel að þessu komin. En sum sé, verkefnið heitir Snoðbreiðan. María, Helga, Kristín og Mörður vinna með gróðurmottu sem þau kalla Snoðbreiðu, þar sem ullin þæfð og fræjum komið fyrir í henni. Og það hægt að nýta mottuna til landgræðslu eða gróðursetningar inni sem úti. Já, til hamingju með það. Jæja, flokkur 3 og þetta eru 178 flokkar. Næst síðasti flokkurinn, ný afurð. Og þar sigurvegari Anna María G. Pétursdóttir. Til hamingju. Njóttu vel. Anna María með verkefnið Cool Wool Box. Cool Wool Box. Þetta flott. Og hvað snýst það um? Anna María þróar kælibox úr ull sem 100% endurvinnanlegt og kemur í stað frauðplasts. Og boxið ætlað fyrir útflutning á fiski og eins mikið og ég styð öll verkefnin jafnt, þá sé ég fyrir mér að þetta útrými smá saman frauðplasti og ég fagna því út á Álftanesi. Maður ennþá að finna frauðplast í fjörunni þar fljótandum. Og bestu þakkir fyrir þetta frumkvæði. Nú, flokkur 4 stafræn þróun og rekjanleiki. Og þar eru sigurvegarar Laufey Kristín Skúladóttir og Hanna Birna Sigurðardóttir fyrir Unikind. Þannig að þetta þinn happadagur. Gerðu svo vel, hjartanlega til hamingju eftir. Já, ég bara hér á vappinu sko. En sum sé, í verkefni Laufeyjar og Hönnu Birnu, sem þær kalla Á flakk með flekku, má fá innsýn í líf þeirrar kindar sem ullin af, út frá merkingu á umbúðum ullarband. Og verkefnið unnið í samstarfi við bændur. Þannig að hér, einmitt, talandi að það takist að blanda saman hinu gamla og nýja, hinu frumlega og hinu sígilda. Þetta frábært dæmi það. Hjartalega til hamingju. Ég vil fá að þakka þér kærlega fyrir þetta að afhenda þessi verðlaun. Og sem sauðfjárbóndi þá finnst mér að það eigi að vera sauðfjá á Bessastöðum. Já. Þannig að við ætlum að færa þér hérna eina kind, mórauða kind. Ég finn henni stað á túnum og í högum. Og síðan langar mig að færa þér hérna af því að það þessi dagur í dag, Eurovision dagur. Já. Og það vill þannig til að hann Daði og Sigrún systir hans og Jóhann eru úr minni sveit.
og mamma þeirra var að vinna einu sinni hjá mér og þá bjuggum við til gagnamagnskarn og þetta eru sem sagt ullarsokkar þar sem stendur gagnamagnið og mér langar til að færa þér þessar sokkar svo þú getur yljaðir við að horfa á þau í kvöld af því að þau fá ekki að koma live. Nei. Og mér langar til að gefa þér það í þessum poka sem er saumaður af fólki á verðuðum vinnustað á Selfossi. Bestu þakkir. Ég bið þig að koma á framfæri kærum þökkum til allra sem þessari góðu gjöf koma. Já, takk fyrir það og takk fyrir kærlega. Ég segi líka eins og segir í fornum sögum, mikils metja gjafir þínar en meir þó vináttuna. Já, sömuleiðis. Já, takk. Það er hægt að sjá verkefnin á skjánum hérna hjá Rósavíninu. Já. Og síðan eru þarna hollustu drykkir. Já, ég mæli með þeim. Ég hef búin að taka forskot á sæluna, sko. Hægt að skála fyrir því. Já, nú væri fínt að fá myndatöku ef við megum vera að því. Takk fyrir þetta. Ég skilaði góðum kveðum. Bæði til hérna þeirra, er það hérna verndaður vinnustaður? Já, verndaður vinnustaður.